Góðan dag. Í þessum þætti ætla ég að fjalla prentefni frá Polymaker sem heitir Polymax PLA. Kíkjum aðeins á það. Þannig ég keypti þetta prentefni daginn til að bera saman við önnur efni og búin að prenta nokkra hluti eins og vanlega og gera mælingar. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hérna til að byrja með. Hérna er Bensi sem ég gerði og hann lítur bara rosalega vel út. Ekkert hvart yfir honum. Þannig að hann er bara mjög sléttur og fínn. Svo er þessi köttur. Hann kom líka bara mjög vel út, sléttur og fínn, ekkert að frétta. Og sér Laserlot líka, hann kom bara mjög vel út, mjög góður bara. Og svo hérna í þessari fígúru hérna þá kemur stundum stringing, prentefni ef það er stringing í því, en það er eiginlega ekkert neitt stringing að sjá í þessu efni, þannig að það leit vel út. Og hérna makercoinið, það kom bara vel út líka. Og svo hérna overhang testið, þar hins vegar er hérna í 60 gráðum, þar er þetta að byrja að væla hérna í kantinum hérna og það er kannski hérna út af því að prenta of heitt með þetta prentefni, það getur verið, en svona ég reyna að prenta öll PLA prentefni á sama hita, þannig að svona með önnur prentefni þá er PLA ekki með neitt veðsinn nema kannski rétt hérna í endan á 70 gráðum, en alltaf með önnur PLA efni þá er þetta aðeins verra hvað það varðar. Og svo prentaði ég hérna Lord of the Rings kall, Gandalf, og þið sjáu hérna á sverðinu hérna byrjaði svona hita vandamál. Þetta náði ekki að kólna nægilega vel, þannig að það er smá blobs hérna utan í þessu og það voru söppbor sem lágu hérna undir og þetta var frekar erfitt að ná þeim af, þannig að þetta er svona eitthvað sem ég þetta hafa í huga, þetta kannski að minnka aðeins hitann og hérna hægja á prentinu. Og svo hérna stafurinn hans hérna, hann kom ágætlega út líka, en ég veit ekki á hverju mótilið, já hann er brotnað hérna, þess vegna er hann á bóginn. Ég broti þetta óvart, en það er nú ekki prentefninu að kenna, en þetta er líka mjög mjótt hérna. En stafurinn kom ágætlega út og hérna, það var til dæmis erfitt að ná supportinu úr hérna þessum trjágreinum hérna efst í þessu, en annars bara er þetta hita vandamál sem ég sé á hérna. Þetta er svona helsta vandamáli með þetta efni að ég hef þetta prentað aðeins hægar eða minni hita og það er örugglega bara svona stillingaratriði, en annars leit kallinn bara ágætlega út hérna að öðru leyti, myndi ég segja. En kíkjum aðeins á mælingar sem ég gerði. Og hérna á þessum mælingum er ég með fullt af PLA prentefnum og þetta efni er hérna lengst til hægri, Polymaker Polymax svart, og hérna í þessum mælingum þá bæði hérna í það sem er prentað upprétt og flatt, svona kannski bara meðtali hérna upprétt, kannski að hærra lagi kannski með önnur og svona undir meðalagi myndi ég segja hérna í hérna það sem er prentað flatt, þannig að ekki sérstakur tókstyrkur að segja frá, en allir lagi hérna það sem er prentað upprétt. Svo hérna höggþolið, þar kemur þetta efni hins vegar svakalega vel út. Og það sem var prentað upprétt, það er hérna næst hæðstæð í þessum efnum og það er bara mjög góð mæling og hérna það sem er prentað flatt, það er alveg sérstaklega góð mæling. Þetta er eiginlega bara valla brotnaði í græjunni sem ég er búinn að smíða mér og hérna hún náði ekki að brjóta þetta í sundur, hún bara svona braut það hluta, þannig að hamarinn í græjunni hann náði ekki að sveiflast neitt rosalega langt. Þannig að ég þurfti að vera með einhverja stærri öflugri græju til að mæla nákvæmlega gildið sem er á þessari mælingu, en þetta ætti að vera sambærilegt milli efnanna, þannig að það er áberandi mikið höggþol í þessu efni. Svo hérna í stífleikanum, þar hins vegar er þetta bara svona kannski aðeins undir meðalagi með PLA efni, þetta er hérna lengst til hægri aftur og þið sjáu hvernig önnur efni eru yfirleitt hærri en sum kannski lægri, en ég myndi segja að þetta væri svona undir meðalagi, þannig að þetta er ekkert sérstaklega stíft efni. En annars var ég bara sæmilega ánægður með þetta efni. Það er hins vegar eini galli við að þessi kassi er 750 grömm og hann kostar yfir 8 skall, þannig að það er mjög dýrt. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það er þess virði, en ef maður þarf hins vegar mjög höggþoli PLA efni þá er þetta eitthvað sem maður myndi henta fyrir það, en ég myndi ekki vera að prenta mikið af svona einhverju fígúrum að ganni mínu úr 8.000 króna PLA efni. Það er svo dýrt fyrir það. Það er einu ókosturinn við þetta efni og ég gerði samanburð á milli mismunandi PLA efna frá Polymaker og það er sér vídeo sem ég gerði fyrir það og þið getur
skoða það á rásin hjá mér þá bar ég saman eiginleikana milli allra efnanna og með hliðsjón af verði líka. Þannig að þá getið þið borið saman efnin miðað við verð og kíkt á það vídeó. En annars bara vil ég þakka fyrir mig og vonaði að hafa gagn af þessu. Takk fyrir mig.